Komið í sæl. Það stefnir í leiðinda veður hjá okkur næsta 1,5 sólarhringinn eða svo í það minnsta. Við skulum byrja á því að líta hér á stóra yfirlitskorti. Við sjáum þessa lægð sem er hérna skammt austur af Kulusuk á Grænlandi en það er aðalega lægðin hér við Nýfundnaland sem kemur til okkar í fyrramálið og morgun og veldur þessu óveðri. Hæðin hér líka vestur af Spáni, hún flytur sig yfir til Bretlands þannig að það beinir til okkar aftur sunnanáttunum sem við sjáum síðan þegar við keyrum hérna vídeóið fram eftir og út morgundaginn. En við sjáum hann að koma nokkuð hratt hérna upp og hún fer hérna vestan við land og næsta lægð er hérna í kjölfærinu og eftir henni svolítið, en hún kemur svolítið austar til okkar en það skýrist nú þegar hann nær dregur hvernig hún kemur. Hæðin eins og áður segir komin hérna yfir Bretlandseyjar. Það er sæmilegu vindstrengur hérna yfir sérstaklega Skotlandi og síðan norðanverðri Skandinavíu og svona allt í lagi veður en ekkert sérstakt þar. Aftur á móti í suðurhluta álfunnar að þar mun vera sólríkt og fínt veður en vegna veðurs hér á morgun þá munum við ekki fara yfir Evrópuveðri og eftir. Hins vegar í norðanverðri álfunni þar er svalara og skýjaðara en eins og áður sagði þá er nokkuð bjart og fallegt veður hérna sunnan til og bara ágætis veður víða í Evrópu fyrir vikið á morgun. En hitakortið okkar var nú eitthvað bilað í dag þannig að við hoppum bara beint yfir í kort sem gæti gilt á miðnætti í kvöld. Það eru hérna gula viðvaranir að byrja hér á Suður- og Vesturlandi. Suðvestanátt, éljagangur, hitinn svona í kringum frostmark, yfirleitt svona í vetrarformi úrkoman en kannski allra síðst gæti orðið slitta eða jafnvel rigning þegar líður á nóttina. Það hlýnar örlítið að líður á nóttina. En almennt þá er ágætis veður á Norðausturlandi, þurrt en svona svolítið blástur þannig að það er kannski svolítið svalt í vindkælingunni. En síðdegis á morgun þá hafa skilin komið inn og við erum komið með appelsínugulu viðvörun nánast allt land. Þetta er svona mestuleyti sunnanátt, það er kannski aðeins austlægari hérna norðvestast á landinu en hér eru skilin í raun bara rétt komin inn á land og þá enn eftir að bæti vind og sama skapi að þessa veðurstöðvar sýna ekki allar hámarksvindi sem verður á svæðinu en hann getur orðið svona milli 20 til 28 metrar á sekúndu og á stöku stað gæti hann farið í 30. En þessu fylgir hins vegar talsvert vatnsveður hérna sunnan og vestan til, lengst af þurrt á Norðaustur- og Austurlandi en þó mun nú einhver úrkoma ná yfir á Tröllaskagan og inn í Eyjafjörð í það minnsta þegar að líður á. Annað kvöld að þá kemur svona smá uppi, svona dregur aðeins úr úrkominu þegar skilin fara hérna yfir frá þessari lægð sem kemur á undan en seinni lægðin kemur síðan aðfaranótt fimmtudags en annað kvöld að þá dregur aðeins úr úrkominu en það dregur lítið úr vindinum hins vegar en úrkoman hefur þá færst hér yfir á Suðausturland. Það hefur hlýnað alveg ágætlega, þetta eru svona 3-4 og upp í 8-9 stigin og býsna víða, gæti nú farið eitthvað yfir 10 stigin sumstaðar. Á fimmtudagsmorgun hins vegar 9-leytið þá geti staðan verið þessu lík að næstu skil eru komin inn nema þá að af því að lægðin kemur örlítið austar hjá okkur að þá er í raun frekar lítill vindur hérna á Norðvesturlandi í það minnst á Vestfjörðum en spár benda til að það gæti líka gilt fyrir til dæmis eins og hluta Snæfellsnes og jafnvel eitthvað aðeins vestur með Norðvesturlandi en austur með Norðvesturlandi ætla ég hafa sagt. En það er svona, þetta er ansi knappt og það er mun svalara loft þar sem inni vindurinn er hérna norðvestan til heldur en annars hérna austanst og þannig úrkoman verður þá líklega slitta, snjókoma á láglendi en það þarf ekki að fara nema kannski 50-100 metra upp á við áður komin í hreina snjókomu þannig að það getur snjóa nokkuð mikið þannig að það er betra að hafa það í huga ef menn eru á ferðum á þessum landsluta en þetta er í raun eini landslutin þar sem að vindur verður nokkuð skaplegur þá á fimmtudagsmorgun. Hins vegar er áfram mjög hvasst hérna á restin af landinu og eins og áfram segir það er mikil úrkoma hérna á sunnan til þannig að það verður mikla vatnavextir og upptak af snjó verður umtalsverð. En seinnipartinn á fimmtudag þá eru skilin hér komin yfir mitt landið, það er ennþá nokkuð hvasst og töluvert mikil úrkoma sérstaklega hérna á Suðausturlandi en vindurinn orðinn mun vestlægari og hefur dregið töluvert niður í hitanum og komið svona langleiðina niður undir frostmark og úrkoman hins vegar komin yfir í svona slittu, kannski skúraform hérna eins og í Reykjavík en ennþá eftir að kólna svolítið í Vestmannaeyjum en hins vegar er þetta allt saman á svona, getur við sagt á réttu leiðinni, appelsínugula viðvörun gildir til klukkan 17 á fimmtudag eins og staðan er núna, þetta getur nú allt breyst þegar að nær dregur en á föstudag hins vegar að þá er svona svolítið svona tveggja kerfa dæmi í gangi að við erum með hérna smá veðrakerfi hérna allar á austast sem gefur svona slittu hraglanda
á austanverðu og svo erum við lítið lægðadrag hérna skammt suður af Reykjanesi sem myndi þá gefa svona snjókomi nyrst í skilunum en hins vegar rigningu þegar að sunnardregur eins og miðjan dag á föstudag gæti þá verið rigning í Reykjavík og í Vestmannaeyjum en líklega snjókoma norðar eins og kannski í Borgarnesi eða á þeim slóðum. En síðan yfir á föstudag þá erum við komin hins vegar í rólegri vestanátt að þetta eða svona vestlæg átt og það einhver éljagangur, slydduél eða él hérna sunnan og vestan til en á norðaustur og austurlandi nokkuð bjart og fallegt veður, vindur svona nokkuð skaplegur þannig að þá virðist nú vera komin úr því vesta allavega í bili en við skulum láta þetta gott heita nú í bili og við sjáum síðar í kvöld.